Gestur þáttarins Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Vinstri græn eru núna í ríkisstjórn. Þú ert búin að vera í stjórnarandstöðu frá því að þú settist inn á þing. Hver munurinn? Já, munurinn nú heilmikil. Fyrsta lagi það þannig að þegar maður komin í ríkisstjórn þá gerir maður sér vonur að hafa meiri áhrif, þar að segja að málin sem maður hefur kannski verið að tala fyrir í stjórnarandstöðu, þau þokist eitthvað áfram. Svo þetta hitt að stjórnarandstöðu þingmenn þeir tala nú gjarnan meira inn á þinginu, þannig að við höldum okkur meira til hlés stjórnarþingmenn og reynum kannski að eiga meira samtal bara við okkar ráðherra beint í staðin fyrir að fara með það í gegnum fyrirspurnir eða tillögur með öðrum hætti í þinginu. Þannig að það svona, já, það stærsti munurinn finnst mér. Ef ég man rétt, þá varst þú nú einhver tíman sá þingmaður sem að talaði mest. Já, ég hef gjarnan gert svolítið að því og talað mikið og verið í þessum efstu sætum lengi vel, eiginlega alveg frá því ég byrjaði á þingi. Og það svona helgast svolítið að því að vera í fjárlaganefnd, skrifa þétt og mikil nefndarálit og tala fyrir þeim. Ásamt auðvitað ýmsu öðru. Ég var mjög dugleg að setja mig og dugleg að setja mig inn í mál, hef haft metnað fyrir því og geri það enn þó að ég tali minna en áður, en það svona kannski helgast svo lítið að því að ég talaði mikið á þessum árum að því ég er búin að sitja í fjárlaganefnd síðan 2013. Já, þú ert í fjárlaganefnd. Þetta ansi, já, hvað er að segja, þetta ein af þessum stóru nefndum. Já, það það og það líka öðruvísi núna þegar maður í stjórnar meirihluta að þá við að stilla saman strengi og semja nefndarálit saman. Áður var það þannig að hver og einn úr minnihlutanum gerði sitt nefndarálit, þannig að það var svona öðruvísi vinna á bak við það. En við erum að taka inn mörg mál, bæði fjármálastefnu, ríkisfjármálaáætlun, nú verið að breyta heilmiklu, markaðar tekjur, og það verið að búa til stofn efnahagsreikninga fyrir ríkið allt saman og þannig að það margt að vera í fjárlaganefnd miklu meira heldur en bara fjárlagagerðin sjálf. Þannig að það áhugavert og skemmtilegt en eins og ég segi, og svo það öðruvísi af því að ég að vinna með í stjórnarmeirihluta þar sem við þurfum að komast að niðurstöðum það hvernig við setjum málin frá okkur. En þú sem minnihluta þingmaður, þá stóðst þú upp trekk í trekk, húðskammaði ríkisstjórnina fyrir að setja ekki pening í hinn og þessi málin, svo þegar þú komin hinum yfir borðið, þá kannski þú skammuð fyrir að setja ekki pening í þau mál sem þú varst að skammast yfir. Já, það á eflaust eftir að koma, þetta nú rétt að byrja. Þannig að við höfum svo sem fengið skammir strax á fyrstu upp á stögunum, en við höfum líka fengið mjög góðar viðtökur og ráðherrarnir okkar Vinstri grænna, Svandís heilbrigðisráðherra og hefur sett töluvert auka fé eins og við þekkjum núna gegnum fjárlögin og svona alltaf gott einhvern veginn þegar það hægt og gert og það það sem við höfum talað mjög mikið fyrir, en svo þetta mjög margt annað sem við höfum eflaust eftir að fá skammi fyrir að geta ekki klárað. En ég hef sagt það, sagði þá sínum tíma þegar Vinstri græn voru í ríkisstjórn með Samfylkingunni að þau ætluðu sér allt of mikið á allt of skammum tíma eftir erfiða tíma. Nú hins vegar ágætis tími en við þurfum samt að huga að því að það hlutinir taka tíma í vinnslu og maður vildi gjarnan gera marga hluti miklu fyrir og allt það en það bara ekki þannig og að hlutinir gerist svona 1, 2 og 3 og þetta sé ekkert mál og eitthvað slíkt. Þannig að ég hef sagt að við mitt fólk bara færri mál á listan og reynum að klára þau. Tölum aðeins byggðamál. Bara þegar þú lítur yfir sviðið, hvernig finnst þér okkur Íslendingum hafa gengið í byggðamálum á undanförnum árum? Okkur hefur ekki gengið nægilega vel og það nú kannski einmitt ástæðan fyrir því að það flytur alltaf meira fólk á mölina eða þar að segja stór höfuðborgarsvæðið og fjölgunin verður þar og fækkar í dreifðu byggðunum, þannig að við þurfum að gera betur og það nú eitt af því sem að kannski við höfum lært, við höfum verið duglega að ferðast líka kjördæmið og svona heyra í fólki hvaða sem að því fyrst vanta og það til dæmis gerð þjónustukorts sem að bara hreinlega segir að í þessum byggðum eigi að vera þessi og hinn þjónusta og í einhverjum radíus og allt það og það í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að gera slíkt þjónustukort og það þetta til haugur af alls konar vinnu og skýrslum og sem búið að gera og þetta þarf líka bara að draga saman
og svo þarf við bara að framkvæma, það ekki bara nóg að gera skýrslur og eitthvað slíkt, en það mikilvægt að skilgreina þú veist, hvað byggð, það, ef hún hefur þetta til að bera og viljum við þá sko fjölga eða fækka slíkum kjörnum eða hvað viljum við gera? Ég held að það sé mjög mikilvægt að kortleggja þetta til þess að geta líka veitt fjármunum bara með skynsamlegum hætti til verkefnin, ekki vera að kasta til hér og kasta til þar og svo einhvern veginn, já, flest allt út aftur sko, það gerist einhvern veginn ekki, það klárast ekki. Höfum við verið of mikið í að svona afgreiða einhver mál bara með plástrum? Já, allt of mikið. Það þekkjum við náttúrulega bæði í skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu og löggæslunni sem ég hef nú talað mikið fyrir og sýslumenn, að því ég gagnrýndi nú það þegar það var aðskilið því að mér hefur ekki fundist að ganga nægilega vel eftir að styrkja embættin, bæði sýslumenn og löggæsluna. Þó að það hefur nú verið gert aðeins við lögregluna, vissulega hefur þar verið svona settir töluverðir fjármunir en það bara dugar svo skammt að því þetta var orðið svo vansvelt eða vanfjármagna og samir í rauninni að segja sýslumenn þar hefur hins vegar lítið verið gert og þar horfum við yfirleitt alltaf upp á fækkun starfa í hinum dreifðu byggðum. Það bara þannig að raunin einhvern veginn svo að opinberum störfum fækkar á landsbyggðinni. Akkurat í þessum þætti daginn þá var framkvæmdastjóri atvinnuþróunarfélags Þingeyinga. Hann talaði fyrir því að það ætti að byggja Akureyri stórlega upp þannig að á Akureyri verði svona 40.000 miðja öldina og það sem sagt sú leið myndi styrkja þá til dæmis Þingeyjarsýslur og Skagafjörðinn minnsta kosti. Hefurðu velt þessu eitthvað fyrir þér? Nei, ekki svona stórtækum tölum, ég vil nú að segja það, en hins vegar held ég það sé alltaf þannig að ef einhver svona stór kjarni og við viljum gjarnan líta á Akureyri sem höfuðstað Norðurlands og svona mótvægi við höfuðborgina, þá held ég að sterk Akureyri styðji við byggðirnar út frá sér á sama hátt eins og þær þurfa líka að vera svona sjálfbærar og sterkar til þess að svona kjarni þrífist, en ég held að þetta góð hugmynd til þess að líka bara styrkja þjónustu, alla fagþekkingu og annað slíkt, þannig að þetta bara framtíðar hugsun hjá Reinhard að hugsa svona stórt, en ég held að þetta væri gaman að sjá í rauninni, þú veist, hvort að okkur tækist og hvort okkur tekst að gera þá innviðina slíka þannig að það fækki ekki í nærsveitunum, þar að segja út með firði eða í Skagafirði eitthvað og fólk flytist þá hingað eins og það að gera til Reykjavíkur. Ég veit ekki hvort að það væri eitthvað sem þyrfti svona að velta fyrir sér. Þú veist, hvort að fólksflóttinn yrði bara með öðrum hætti úr dreifðubyggðunum en sannarlega væri náttúrulega gaman að sjá Akureyri vaxa og dafna með þessum hætti. Ég ferðast náttúrulega þitt kjördæmi og sem sagt þín störf í fjárlaganefnd þá ert að fá inn til þín sveitarstjórnar og fólk í röðum. Repparíkur? Já, hann nú alltaf við líði og það nú eiginlega bara svona partur af pólitíkinni sem maður segir. Það hefur þó breyst þannig að samtök sveitarfélaga á hverju svæði eins og hér á okkar svæði, samtök sveitarfélaga Austurlandi og Eyþing hér fyrir norðan, að þau tala svolítið svona saman og komast, fyrir hönd sinna sveitarfélaga leggja oft fram bara fyrir þingmannahópinn, eitthvað sem þau eru búin að ákveða forgangsraða. Þannig að einmitt að það sé ekki verið að kýta sko ég vil fá þennan vegspóta þarna, nei við viljum fá hann þarna. Af því að þau bara átta sig á því það eru meiri líkur á eitthvað gerist ef að sveitarfélögin á þessum svæðum standa saman. Og ég held að það sé til mikill að bóta að gera það. Við eigum þó alltaf samtal við hvert og eitt sveitarfélag og við þingmenn Norðausturkjördæmis sem hefur verið duglega alltaf einu svona ári að boða til okkar sveitarfélög, heilbrigðisstofnanir, skólastofnanir og ýmsa svona aðra aðila í menningarstofnanir og fleira, bæði fyrir norðan og fyrir austan. Og eiga þetta samtal og reyna svona einhvern veginn átt okkur á því hvort okkur miðar betur með þessum hætti eða ekki og ég held að það sé raunin. Þannig að hrepparígurinn til staðar, við heyrum hann
en þau svona reyna að ná saman einhver áherslamál. En hvað með samskipti ríkis og sveitafélaga? Sveitarstjórnarmenn tala mjög gjarnan það að sveitafélögin eigi að taka fleiri verkefni frá ríkinu. Hvað segir þú? Sko mín skoðun hefur nú verið svo, hafandi setið í sveitarstjórn og þær eru auðvitað misjafnar og þurfa þá að gera með sér einhvers konar samlög einhverja stóra þætti. Það hefur verið talað að taka málefni aldraða yfir til sveitarfélagana eins og gert við málefni fatlaðs fólks. Við erum nú kannski enn svolítið að eiga við þann málaflokk að hann kostar alltaf meira eða það sem að fluttir til sveitarfélaga gjarnan. En það fyrst og fremst að styrkja tekjugrunn sveitarfélagana. Og það hefur við rætt og það hefur verið nefnt núna í því samhengi að gistináttaskatturinn fari að einhverju leyti til sveitarfélagana og ég held að það sé af hinu góða til að styrkja innviðina eftir einhverjum reikningskúnstum sem á eftir að útfara. Samband sveitarfélaga hefur eitthvað lagt af mörkum til þess að komið með tillögu í því efni. En ég held að við þurfum fyrst að styrkja tekjugrunna sveitarfélaga áður en þau geta tekið við einhverju því að þau eru mörg þó þau hafa verið að ná sér upp úr erfum tíma eftir hrunið að þá eru þau mörg komin og standa ágætlega þá eru þau mörg komin þar að þau þurfa að fara að framkvæma og sum hafa auðvitað verið að gera það en önnur ekki. Þannig að þau eru í misjafnlega bara í stakk búin til að taka við verkefnum en ég held að þau séu best þess að sinna nærþjónustunni. Aðal tekjustofn sveitafélaga útsvarið sem þá aftur tengt við tekjum fólks en svo getur komið hrun í því en samt sem áður þá kannski eiga sveitafélögin að halda uppi einhverju þjónustu þó að tekjurnar snarfalli. Hefurðu spáð í þetta og þið í fjárlaganefndinni? Ekkert öðruvísi en bara það sama gerist væntanlega hjá ríkinu ef það verður eitthvað slíkt þá dregst saman eins og við þekkjum í öllum framkvæmdum og öðru slíku. Og allir reyna að halda upp einhverju viðunandi þjónustu en hún auðvitað skert ef það eitthvað þannig alvarlegt að fjárhagurinn bara fari á hliðina. En ég held nú svona almennt séð að þá telji sveitafélögin að útsvarstekjustofninn, fasteignaskatturinn og annað slíkt sem að þau innheimta, það dugar svona fyrir því tæplega fyrir því sem að verið hefur og í ljósi bara þess sem að hefur, hreinlega ruðst yfir okkur, allir ferðamannabransinn og annað slíkt og svo auðvitað þetta þurfa að fara að fjármagna verkefni til framtíðar, stór og mikil verkefni, að þá þarf að bæta einhverju við og þetta allavega skref í þá átt og það alltaf samtal á milli ríkis og sveitafélaga varðandi á hverju einasta ári og þarf að vera í sambandi við nýju fjárlögin, eða þessi fjárlagagerðina, að þá þarf að vera svona samkomulag það með hvaða hætti sveitafélögin koma að þessu vegna þess að þeim gert að taka þátt í að hagstærðirnar haldi þó að það séu þetta önnur lög í gildi sveitafélögin, þetta lög bara sveitafélög fjárreiður sveitafélaga sem eru önnur heldur ríkisins en það samtala hverju einasta ári, það sem svona líka verið að reyna að ná utan gráu svæðin og svona, en tekst auðvitað að sveitarstjórnarfólki finnst mjög hægt og kannski ekki nægilega vel upp. Kynjuð byggðarstefna, þetta svona, kannski ekki beint nýyrði en þó. Já, ég man að þegar þetta kom fyrst inn í fjárlagagerðina, þannig áður en að ég kom inn á þing, ætlaði ekki verið þarna við ríkisstjórnina 2009-13, þá kom þetta inn í fjárlagagerðina og þetta snýr auðvitað bara svolítið að þessu að þegar við erum að gera eitthvað stórt í tengslum við byggðirnar eða byggðarstefnuna, að huga því að það sé ekki einvörðungu verið að hugsa annað kynið eða gætu öllu heldur að því að það sé ekki verkefni einvörðungu fyrir annað kynið heldur þetta svona tryggi aðkomi beggja, það sé svona meiri en minni möguleikar. Það oft verið að tala að það alls konar jarðvegsvinna eða eitthvað slíkt, eitthvað stórt sett af stað og það tryggir kannski körlum vinnu en konum heldur áfram að fækka á svæðinu og svo framvegis. Þannig að ég allavega líti á kynjaða byggðastefnu svona með þeim augum að ef við viljum tryggja búsetu þá þurfum við að gæta að því að bæði kynin hafi svona aðkomu að þeim verkum og verkefnum sem eru í gangi af hálfu hins opinbera. Hvað sérð þú fyrir þér að svona, gerist þá svona á næst svona á kjörtímabilinu á þessu sviði sem byggða málum verða einhver verkefni færð til sveitafélaga eða sérðu það raunverulega fyrir þér að tekjustofnarnir þeir taki einhverjum breytingum og svo framvegis?
Já, klárlega og eins og ég sé, það bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra hafa lýst því yfir að þetta með gistináttaskattinn sé eitthvað sem að þau vilji leggja til og þess vegna hefur verið kallað eftir útfærslu á því og það hefur verið mjög jákvætt tekið í það hálfu sveitarfélagana. Hvaða önnur verkefni, það eru ýmis verkefni, við viljum gera þetta þjónustukort sem að við höfum heyrt ákall að sveitarfélög vilji sjá hvað þarf til að byggðarlag haldi lífi og hvernig viljum við skilgreina það, hvers konar þjónustu viljum við veita. Og ég held að það sé mikilvægt og það til fullt af gögnum sem hægt að nota í það ásamt því væntanlega að taka eitthvað og skoða eitthvað nýrra með því en ég held að það er svona kannski eitt af fyrsta sem við þurfum að gera til þess að við séum þá líka bara veita fjármununum þar sem að skynsamlegt að gera og byggja þá upp til langstíma og við þurfum auðvitað að hugsa til langstíma, við hugsum gjarnan allt of stutt fram í tíman, bara 2 árið og jafnvel bara árið í staðinn fyrir að taka langtíma hugsun. Hvort sem það er ríkið eða sveitarfélög, og sveitarfélögin reyndar örugglega betri í heldur en ríkið að hugsa lengra fram í tíman. En þeir sem að setja í fjárlaganefnd þingsins, fjárlaganefndin getur haft ansi mikil áhrif á stefnu ríkisvaldsins í byggðamálum. Já, auðvitað byggðastefnan er unnin í fleiri ráðuneytum og sérstaklega náttúrulega kannski að atvinnuveganefnd sem að fjallar stefnuna sem slíka. En við auðvitað reynum bara, varðandi fjárveitingar þá ætti ráðherra málaflokksins að koma inn með tillögur sem að styrkja og styðja við þá byggðastefnu sem lögð til. Þannig gengur það fyrir sig, hvort sem það er samgönguáætlun, það er byggðastefna í því. Eða með hvaða hætti það er auðvitað byggðastefnu í öllu, heilbrigðisþjónustan er byggðamál og þannig að ráðherrarnir eiga í rauninni að tryggja það að ef að ríkisstjórn leggur til þessa byggðastefnu að henni sé fylgt eftir af þeirra hálfu og svo reynum við þá að malda í móinn og reynum að bæta við einhverjum smáurum ef við mögulega getum í fjárlaganefnd til viðbótar við það sem að kannski ráðherrarnir að leggja til nú eða hreinlega óskum eftir einhverjum nýjum verkefnum eða eitthvað slíkt, en oftast kemur þetta nú á hinn veginn og mér finnst að það eigi að vera verklega. Þá koma líka fleiri að því í þinginu og það er alltaf betra þegar fleiri sjónarmið koma á borðinu. Þegar ég ferðast þitt kjördæmi, þú ert vel inn í atvinnumálum væntanlega á hverjum stað, sjávarútvegurinn, það eru mörg sjávarplássin og sjávarútvegurinn, þetta er burðarásinn mjög víða. Sérðu fyrir þér breytingar í kvótamálum á kjörtímabilinu? Ég er ekkert viss það, af því að ég sagði það nú strax eftir kosningar að það var augljóst að það var engin eitthvað svona stórkostlegt sem að stefna eins flokks eða eitthvað sem að vann. Þess vegna kannski var það sætt að ákveðin sjónarmið. Ég vona það nú að við náum að stýra þessu eitthvað áfram. Það er auðvitað samráðsnefnd veiðigjöldin, það er lögbundin nefnd sem er að hefja störf aftur núna. Síðan vona ég nú að við náum að tryggja bæði byggðakvóta og strandveiðar áfram en breyting á stóra kerfinu, ég sé það ekki fara neitt sérstaklega í gang núna og finnst það ekkert sjálfri kannski vera það sem við þurfum að glíma við akkurat núna. Mér finnst mörg önnur verkefni vega þungt. Sjávarútvegurinn hefur staðið alveg þokkalega þó að sé örlítil kannski niðursveifla í hluta þess núna að þá er það nú eins og við þekkjum í gegnum tíðina hefur það verið upp og ofan. En við þurfum að jafna stöðuna og það gerist meðal annars í kringum veiðigjöldin. Það er að segja að minni útgerðirnar þurfi ekki að borga jafn mikið eins og þeir eru að gera í dag en stærri og það er öflugri geti borgað hins vegar svolítið meira en það eru að hækka vissulega veiðigjöldin núna því þau eru 2 ár aftur í tíman. Það hefur helst verið talað eitthvað svoleiðis að því fyrirkomulagi yrði breytt og það er líka jákvæðni fyrir því held ég hjá útgerðunum að gera það, þannig að það er kannski möguleiki að ná einhverjum sáttum þar. En ég sé ekki fyrir mér einhverja stórkostlega upptekt á kvótakerfinu sem slíku. Enda fannst mér eiginlega það ekki verið áherslumáli í kosningabaráttunni og það var ekki verið að kalla eftir því, allavega ekki hjá okkur. Hoppum bara á milli atvinnugreina, landbúnaðurinn, það ef að segja að gulu ljósin blikki svolítið í sauðfjárræktinni? Já. Það er bara auðvitað afar bágborið ástand og það er alveg ljóst að það þurfa að koma til einhverjar breytingar í landbúnaðinum og það þarf að skoða það núna í ljósið þessar aðgerða sem ríkisstjórnin greip til í fjáraukalögum
við getum ekki látið það endurtaka sig á ári, við þurfum að bregðast við og það þetta komin vinna af stað, bæði við að endurskoða búvörusamninginn en líka bara við að þá fara ofan í málin kannski líka út frá öðrum sjónarmiðum, þar að segja einhverjir bændur eru að hætta, að önnur svæði þarf að styrkja, það eru, tiltölulega fá bú sem eru að framleiða langmest af kjöti og síðan eru mjög mörg bú sem eru í rauninni ekki mjög margar kindur. Þannig við þurfum aðeins svona kannski að skoða þetta líka út frá því hvernig við högum stuðningnum til framtíðar, en svo eru þetta mál afurðastöðvana þarna inni og fleira sem að þarf að fara í gegnum og átta sig á sko hvers vegna veikleikin eins og hann er. Þetta ekki bara, og það okkur takist ekki að selja einhver 2-3.000 umfram tonn sko út úr landinu, þetta alveg með ólíkindum. En það verið að skoða markaði í Kína og víðar og við verum að vona að þetta hjarni við, af því að það nú ekki nóg með að þessi lækkun hafi orðið til sauðfjárbænda, heldur þetta eiginlega svona með launalægri stéttum í landinu, þannig að þau máttu þetta ekki við þessu, en þetta þarf að endurskoða, við getum ekki staðið frammi fyrir þessu að ári, eins og ég sagði áðan, þannig ég held að þetta, og það verður gert. En þarf ekki að einmitt að vinna svolítið hratt í þessu? Jú. Og það eins og ég segi, það strax byrjað og maður auðvitað ber vonir til þess að svona með haustinu eða sumrinu verður maður nú eiginlega að segja, því að auðvitað verða menn að vita eitthvað fyrir haustið, hvernig horfurnar eru, og kannski verður hluti af því leystur og annar ekki í haust þegar að menn fara að slátra, þá verður auðvitað afurðaverð og annað slíkt að liggja fyrir og markaðir hugsanlega ef að hægt að koma inn með einhverja nýja markaði. Tökum næstu atvinnugrein fiskeldið. Þar eru nú aldeilis skiptar skoðanir. Heldur betur. Við vorum á heitum íbúafundi þingmenn kjördæmisins á Fáskrúðsfirði, þar sem að aðilar komu frá fiskeldi Austfjarða og man ég nú ekki hvað heitir, voru að kynna sem starfsemi sína og svo voru þarna frá Skipulags- og umhverfisstofnun og Samgöngustofu og fleiri aðilum sem að voru með erindi. Og það var mikill hiti í búum og þau eru mjög á móti þessu, allavega þetta var alveg þétt setið félagsheimilið og þar allavega, voru yfirgnæfandi neikvæðar raddir gagnvart því að fá þetta í Fáskrúðsfjörð, þannig að það er mikið tekist á þetta. Ég er búin að sitja marga fundi með ýmsum aðilum þessi mál og maður er alltaf að læra meira og meira. Ég hafði ekki hugmynd í sjálfu sér fiskeldi þó að maður vissu það væri fiskur í kerjum og allt það sko, en þá vissi ég ekkert mikið meira, en ég hef lært heilmikið en þarna verðum við bara að gera þetta rétt. Við verðum í rauninni bara að taka burðarþolsmat, við erum að taka áhættumat og við þurfum að láta meta þessi svæði sem hér er verið að sækja í svona heildrænu mati, ekki eins og verið hefur kannski hvert fyrir sig. Og nú er komið frumvarp á vefinn frá ráðherra sem að ég er nú ekki búin að lesa en búin að heyra aðeins af og ég veit að leið að ég er ekki alveg sammála því. Þannig að mér finnst þessi, sko, við þurfum að standa bara vörð fjölbreytt lífríki og gera þetta bara rétt og það getum við alveg gert. Og ég held að flestir vilji reyna að gera það. Við heyrðum að miklum sleppingum núna í Noregi, fólk vill varast þetta og það þarf að finna leiðir, getum við gert það. Svo væri náttúrulega, það er miklu dýrara en best væri þetta að færa upp á land og væri bara sjókvíaeldi á landi, en auðvitað veit ég það eru upphaflega dýrara en ég held að það sé farsælla til framtíðar. Notum síðustu 3 mínútur í að tala þingmannsstarfið sjálft. Er þetta valdastaða? Já, klárlega. Það er ekki spurning að hvort sem að maður er í meirihluta eða minnihluta þá hefur maður tækifæri til þess að láta í sér heyra. Maður hefur tækifæri til að hitta fólk sem að maður annars ekki myndi hitta, til að koma á framfæri alls konar skoðunum og reyna að þoka málum og öðru slíku. Þannig að í því samhengi má segja að þetta sé valdastaða, þó sem finnst þeir ekki að hafa neinn völd af því að málin þeir inn á þingi komast einhvern veginn ekki áleiðis. En það að hafa rödd á alþingi tel ég vera að skipta miklu máli. Þetta er heilmikið starf og miklu meira heldur en margur heldur og það var nú einmitt með okkur í bíl núna ein ný þingkona sem sagði sko við þurfum að gera bara kvikmynd hvað er að gerast á þingi, af því hún hafði þetta bara þessa mynd af ræðustólnum þennan hálftíma sem að gjarnan er tekin upp af sjónvarpinu eða fréttablöðunum og því. En þetta eru mikil ferðalög, tækifæri til að hitta mikið af fólki, mikil fræðsla sem að maður öðlast í nefndum og öðru slíku og maður lærir mál sem að maður annars hefði líklega ekki kynnt sér einu sinni.
það kannski það sem að nestið verður þegar að maður hættir á þingi, að maður hefur kynnst svo mörgum og margvíslegu málaflokkum sem að maður hefði aldrei lagt sig eftir einu sinni að spá í. En svo þetta líka náttúrulega þjónustustarf. Svo þetta þjónustustarf. Og þetta kannski kjördæmavikan nú eitt af því að þá maður, því að hún sagt við okkur þingmenn því komið alltaf bara þegar það eru kosningar. Við hefum nú reynt að gera það við Vinstri græn allavega að vera duglega að fara kjördæmi í tíma og ótíma, hitta fólk, sækja viðburði og svona gefa fólki færi á að tala við okkur. Maður alltaf með opinn síma, það nú eitt af því sem að kannski einmitt hvað við segja það sem fylgir þessu starfi, það stöðugt áreiti og það ekki allir að hugsa hvort að klukkan 9 sunnudagsmorgni eða 11 á laugardagskvöldi. Það bara, sumir láta bara vaða og það allt í lagi að ef það innan hóflegra marka. En það þetta skemmtilega, og langskemmtilegast eins og núna í kjördæmaviku að hitta allt þetta fólk og spjalla. Það finnst mér vera svona það sem að kryddar þetta þegar maður fer svo inn í því daglega, því auðvitað þetta eins og önnur störf og maður bara leggur af stað í daginn og gerir það sem gera þarf, að þá þetta svona kryddið í tilveruna að hitta svona mikið fólk og fara að sækja kjördæmi sitt heim, sérstaklega. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi, þakka þér kærlega fyrir komuna og gangiði vel. Takk.